Ég 57 ára Já. og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já. Þú veist, og þessi tiltekt skipt bara mjög miklu máli. Já. Það ekki seinna vænna. Ekki seinna vænna. Nei. Og maður náttúrulega kaupir sér alls kyns þjónustu. Heyrðu, og svo er maður náttúrulega búin að fatta það að að maður getur alltaf verið að breytast. Það er svo skemmtilegt. Það er best. Það er svo skemmtilegt. Vegna þess að, ég held að sé svo hræðilegt að halda, nú verð ég svona það sem eftir er ævina. Maður getur svo leiður á sjálfum sér. Það er óbærileg hugmyndum að maður verði eins. Já. Alltaf. Og þess vegna er svo gaman að taka til í sjálfum sér og í kringum sig og komast að því, hver verður maður? Þegar maður er búin að fara í gegnum tiltektir. En sem sagt í þessu podcasti ætlum við samt að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn er spegill sálar þinnar. Ókei. Ramun svona? Já. Er þetta ekki fínt? Já. Ég held að séum, þú ert svona svolítið neðarlega í sætinu. Já, ég get bara náð mér í hérna. Þú getur líka tekið sko púðan úr bakinu, þá ertu upp við sófann eins og ég. Já, það er líka, ég er svo lág í sæti. Já. Þú veist, ég er svo bakstutt. Þú veist, ég er náttúrulega eiginlega dvergur. Já. Ok, svona, þetta er alveg, þetta er... Er það ekki? Þetta er miðaldra og er þetta þá bara, þetta er miðaldra. Er þetta að byrja, þetta podcast? Já, nei, þetta miðaldra podcast er bara að byrja. Það er byrja. Akkur sem er þessi sólgleru? Mér finnst bara alltaf svo cool svona fólk sem er með sólgleru inni. Já, hvað er það? Ég veit það ekki. En ég hef alltaf, sko mikið af svona poppurum eru með sólgleru inni. Þú hefur ekki tekið eftir því? Svona frægum poppurum. Já. En ég veit ekki hvort það fylgir því að vera miðaldra, en ég held það að ég er samt að verða svona einhvern veginn viðkvæmari fyrir ljósi. Hefur þú tekið eftir þessu? Já, mamma er mjög viðkvæm fyrir ljósi og er alltaf með sólgleru, en ég gleymi alltaf að sitja á með sólgleru. Þannig að ég hef ekki, en ég hef átt á móti undanfarið fundið fyrir því bara að ég minna fyrir margmenni en áður, að ég hef hugsað, ég vildi geti bara verið með sólgleru. Þannig að fólk sæi ekki hvert ég er að horfa. Akkur má það ekki sjá hvert þú ert að horfa? Af því að ég er kannski að fylgjast með einhverjum. Svo þú vilt ekki að hann viti að þú sitt að fylgjast með honum? Já, ég vil bara svona ég er svolítið svona atferlisfræðingur. Já, ég skil þig. Að ég vil kannski bara vera að fylgjast með, þú veist eins og torgum í útlöndum, mér finnst það skemmtilegast. Já, einmitt. Heyrðu, ég ætla að ná í teið, handtöku, ég held upp á teið. Já. Býtu, var ég kannski komin með það? Nú er ég búin að tína teinu. Nei, en ég heyrði samt tekat... Heyrðu, nei, það er hérna. Já, ég kom með te. Og þetta líka fylgir því að vera svona miðaldra á breytingarskeiðinu, maður bara gleymir öllu. Já. Ha? Já, það er alveg. Já, mér finnst það. Og þá verði ég óttaslegin. Af því að pabbi fór úr Alzheimer. Já, pabbi minn líka. Þannig þá kemur alltaf bara, býtu, þá verð ég, en ef það er mikið álag, þá gleymi ég meira. Það er náttúrulega hangir algjörlega saman. Já, þegar að Stefán var veikur, þá var ég svo brjálæðislega gleymin og ég hélt einmitt að ég væri bara komið með eitthvað snembært Alzheimer. Og þá var það Vigfús Bjarni, hérna sjúkrahúsprestur, sem sagði við mig, heyrðu góða mín, hafðu engar áhyggjur af þessu. Þegar fólk er undir gríðarlegu álagi, eins og ég var þá, þá er þetta það fyrsta sem fer. Já, það er minnið. Já, það er minnið, sko. Þannig að hann sagði mér, slakaðu bara á. Reyndu bara að muna það allra helsta, svona bustiði tennurnar og svona og vekja börnin og mótna það. Og ef þú ræður við það, þá er allt í lagi með þig, hitt kemur. Og svo reyndist það nú reyndar vera, sko. Já, já. Heyrðu, hvaða bók ertu með handa mér í dag? Ég er nefnilega mjög spennt, ég er svo til í þetta. Já, heyrðu, ég er með bók. Þú var nú svolítið hissa núna, af því að þið finnst hún, já, ok. Já, hvað er bara með hana? Bók. Já. Andardráttur. Já. Metsölubók New York Times, metsölubók Sunday Times, Breath. Andardráttinn. Já, Ford List endurvakin. Já. Og hann Wim Hof segir, ég mæli heilshugar með þessari bók. Hún er eftir James Nestor. Hefur þú farið í
svona sjósund og Wim Hof og þetta? Nei, ég hef ekki farið á neinn svona námskeið, en ég hef oft hitt fólk í kalda pottinu sem hefur farið á svona námskeið. Það ekki það sama eins og að gera það sjálfur, Dóra. Ég veit það. Nei, ég þekki líka fólk sem er í sjósundi, en það ekki, en ekki nægilega mikið til þess að ég geti sagt að ég hafi farið í sjósund. Nei. En fólk... Heyrðu, en ég fór í sundbólaverslun daginn. Já. Það svoleiðis til, alveg sérstök búð fyrir sundbóli. Já, og eru þá þykkari? Já, þeir eru þykkari og greinilega þola salti betur. Já, okay, en allavega. En þetta fólk sem ég hitti í kalda pottinu sem hefur farið á svona námskeið, það er mjög gjarnan að segja, hefur kennt mér alls kyns. Okay. En það sem ég geri þegar ég fer í kalda pottin, það er náttúrulega öndunaræfing. Ég fylli lungun af lofti og það var einhver sem kendi mér þetta og ég labba ofan í kalda pottin, sérstaklega út á nesa því þetta labba ofan í hann svona og held inn í andanum og svo læt ég hann fara hægt út og svo fer ég með faðirvorið, bara frekar hægt og reyni að skilja það í hvers skipti sem ég fer með það. Að þetta er eina mantran í rauninni sem ég kann, það er faðirvorið. Okay. Og stundum fer ég með hana einu sinni, stundum fer ég með það tvisvar og ég get farið með hana hratt líka ef ég vil vera stutt. Þannig að í rauninni ræður enginn yfir mér þegar ég er í kalda pottinu. Ég ætlaði að segja eitthvað í sambandi við þetta, þannig að pottur út á nesi sem maður lappar ofan í. Mér finnst svona eins og sé verið að leiða mig til aftöku þegar ég þarf að lappa ofan í kaldan pott. Mér finnst betra eins og í Vesturbæjarlauginni þar sem hann er svona frekar grunnur, að fara út í hann og skella mér svona á magan. Já, svona, þú veist, beita sjálfa mig svona bara svona sjokk-treatment. Já, ég get ekki farið svona fram á magan. Er það ekki? Í kalda í Vesturbæjarlauginni þá fer ég á bakið. Einu sinni var ég alltaf með tær og hendur upp úr, en núna get ég farið bara alveg onni sjálf, en það er líka farið. En veistu það, ég fattaði daginn að ég er alveg svona gríðarlega komið mikla svona móður meðvirkni. Já. Sko, ef ég sé, þú veist, fólk vera of lengi í kalda pottinum, þá er ég alveg svona, labba ég framhjá og segi bara svona, ætlar þú að vera þarna í allan dag, eða eitthvað, þess að ég verð hrædd fólk. En þetta er alltaf alveg geðveikisleg stjórnsemi og afskiptasemi, sko. En í alvöru ertu ekki að grínast? Nei, ég er ekki að grínast. Ertu að meina að þú hefur raunverulegar áhyggjur af fólkinu? Já, þú veist, þegar maður sér að fólk er komið alveg bláar varir og það er einhvern veginn sko að reyna svo rosalega á sig, þá verði ég alveg hrædd það að fá bara svona einhvers konar lost. Já. En ég hef nefnilega... En kannski á mig bara að vera alveg sammála ef fólki bara að fá lost í kalda pottinum og skipta mér ekki það. Það er það einhver leksía sem þau hafa valið sem sálir á þessari jörð að láta það hylki sem þau völdu sér ganga í gegnum. Nákvæmlega, að fá lost. Ef við lítum svo á allt sem að við tökum okkur. Þannig að þú ert í rauninni þroska þjófur. Ég er þroska þjófur. Já, þú ætlar að vera þroska þjófur fyrir þetta fólk sem ætlar að það er bara fullt af fólki. Krampa í kalda pottinum. Það er bara fullt af fólki sem vill fá krampa í kalda pottinum. Það er fullt af sálum sem vilja fá krampa í kalda pottinum og steinunóluna ætti bara alls ekki að vera að skipta sér því. En þessi bók séru? Andadráttur. Já, og ég fekk hana gefins af því einhverjum fannst að ég yrði að lesa hana og hún er vist alveg frábær. Þú er náttúrulega andað svolítið eins og sporhundur, þú er svolítið andstutt. Er ég andstutt? Já, þú stundum eins og ég með svona smá stressandadrátt. Já, ég hef sko ekki lesið hana. Þess að kom ég með hana, á ég að hendinni eða á ég að lesa hana? Prófaðu að opna nengstar og komdu bara, settu putta nengstar og lestu smá. Þarna átta ég mig á því að það að anda er eins og að róa á bát. Ef þú hreyfir árarnar ótal sinnum grunnt og stutt kemstu á áfangastað en það bliknar í samanburðinum við skilvirknin og hraðan sem þú nærð með færri og lengri áratogum. Lestu Á öðrum degi þessara hægu nasa-öndunar hætti ég metið... Fyrir ekki aðeins að stoppa hérna. Nei, býtu. Orðið nasa-öndun. Ég bara, þú veist, ég fæ svona ykk. Ég fæ svona eins og börnin mín segja ykk, svona ógeðstilfinningu. Nasa-öndun. Á öðrum degi þessara hægu nasa-öndunar bætti ég metið mitt frá munnöndunarþrepinu 200 metra. Ok, við vitum ekkert hvað stendur þarna undan í bókinni. Hvert er þitt munnöndunarþrep? Kannski, já. Já, einmitt. Og svo, í næsta skipti hjólaði ég tæpum 600 metrum lengra og getur eitthvað með hjól. Mér líður eins og við að fara framar í bókina. En mér finnst þetta, ok. En sko, ég ætla að segja reitt, að því að... Já, hann er á þrekhjóli.
Í 5. æfinguna á þrekhjólinu hjólaði ég rúman 12 km, næstu því 1,6 km lengra en vikuna áður, en notaði jafnt mikla orku og jafn langa tíma. Þetta var marktæk bæting, sem sagt. Hann hlýtur að vera að segja ykkur hér, ef við öndum dýpra, að þá höfum við meira úthald og og allt betra. Við nýtum andardráttinn betur. Já, og súrefnin betur. Sko, og róum okkur örugglega. Þegar ég gerði svona andlega, eins og þú veist, Dóra, og fyrir svona 1,5 ári þá byrjaði ég að hugleiða á morgnana og ég svo hrædd við að festast í einhverju költi þegar það kemur að einhverjum svona, þú veist, stefnum og svona, þú veist, og þegar verið að segja minni, hlusta á þetta, þú veist, hlusta á þennan leiðtoga eða hlusta á þetta, hvað ég var að segja, hugleiðslu, þú veist, dæmi eða eitthvað hitt. Já, þú verður að gera svo þessi. Þannig að ég sukka í öllu. Þú veist, ég vil ekki festa mig við neitt. Stundum hlusta ég á rosalega góða, ameríska konu sem svona búddamunkur og leiður hugleiðslu, stundum bara einhver að kalla og ég reyni að finna bara eitthvað svona random til að festast ekki í einhverju, þannig ég skilirði mig ekki við eitthvað eitt. Okay. En sko, það að anda. Sem að við lítum á sem algjörlega sjálfsagðan hlut. Þegar við förum að hugsa andardráttinn, þá finn ég hvað hefur rosalega góð áhrif, allavega á taugakerfið í mér. Nú ég svona frekar eins og þú veist, og sennilega ofvirk. Ekkert sennilega, ég meina. Já, þú ert ofvirk. Já, ég er ofvirk. Ég er steinólna og ég er ofvirk. Þú ert ofvirk. Þá fyrir mitt taugakerfi það að anda með smá meðvitund á morgnana. Ég bara finn hvernig ég get róað bæði skrokkinn og taugakerfið með því að einbeita mér að andardrættinum. Og ég nota bara svona venjulega, mjög svona auðvelda öndun, ég bara anda inn nefið og held í smástund og anda svo hægar út. Nefið og munn? Munn. Já, svona eins og þegar maður er að róa taugarnar, þú veist, og ímynda sér að maður blási í gegnum rör. Í gegnum rör, já. Og vegna þess að ég bara þeirrar gerðar að ég allavega vaknaði, flest mín fullorðs þá alltaf einhvers konar angist, en nú þetta alveg breytt. Nú vaknaði ég bara svona rólega á morgnana og veit að ég byrjaði að taka þessa, þú veist, hugleiðslu. Stundum hef ég 5 mínútur, stundum hef ég 10 mínútur, stundum hef ég 20 mínútur, fyrir allt eftir hversu snemma ég vakna. Eða allt eftir hvað flugan lengi að ganga á glerinu. Manstu þegar þú lést fluguna ráða hugleiðslunni? Já, það var reyndar mjög skemmtilegt, sko, það kom aftur flug daginn. Já, og fyrir þá sem er að hlusta þá var það nefnilega þannig að ég vaknaði og þá stóð fluga á handriði fyrir utan gluggann hjá mér og ég ákvaði að hugleiða jafn lengi og hún myndi vera á glerinu og þetta voru alveg 25 mínútur eitthvað þar sem hún labbaði bara eftir fram og tilbaka, hugsaði handverkinu, hvað í líftíma flugunar, hvað hún hefur lengi á þessu grindverki. Hún hefur verið alveg kannski sennilega öld í hennar lífi. Já, ok, mér varst 3 ár svona miðað við líftíma minn ef ég stæði á handriði í 3 ár. Ef ég hugsa líftíma minn, ef ég verið 100 ára, fyrir hvað við? Ég veit ekkert líftíma flugnar, ekki bara svona sólarhringur? Jú, kannski 2, eða eitthvað. Já, þá stóð hún alveg nokkur ár. Já, á þessu, já. Þú veist bara, ég ætla að vera hér á þessum svölum í 3 ár. En allavega, með þessa bók, manstu ekkert hver gaf þér hana? Jú, útgefandinn gaf mér hana. Já, af því að hann hélt kannski að ég myndi lesa hana og yrði svo innblásin að ég myndi mæla með henni kannski á Facebook eða eitthvað svona, þú veist. Eða ímynda mér, hann sagði samt að ég ætti að gera það. Nei. Þannig að hún var ofboðslega lengi. Það fylgdi gjöfinni engin sérstök kvöð. Nei, þetta var alvöru gjöf. Og þannig að hún var mjög lengi á náttborðinu hjá mér af því að mér langaði virkilega að lesa hana. En ég bara las hana ekki. En þú veist, þetta svolítið merkilegt, Dóra, að því allt sem bara svona einfalt og alveg fyrir fram að nefið á okkur, til dæmis eins og það að anda, gríðarlega mikilvægt. Og ég var einmitt að hlusta á viðtal við einhvern færan krabbameinslækni út í heimi sem segir sko að það að líkaminn, þú veist, að allar frumur líkamans fái nægilegt súrefni sé rosalega mikilvægt til þess að halda heilbrigði líkamans, til þess að búa ekki til aðstæður þar sem að maður getur orðið veikur og þú veist, bólgur og annað. Þannig að, þú veist, já, ég mæli með því að við förum öll að þakka fyrir það að geta andað og anda alveg ofan í tær. Ég til þess að anda meira núna og ég er ekki frá því að þetta podcast muni bera þess merki
að ég verði rólegri, það sem eftir er podcastsins. Einmitt. Ég hef tengt líka andardráttinn við eins og trúðurinn sem ég kenni. Þá er ein reglan þar að tellja upp að 3 áður en þú svarar. Þannig að ef þú spyrir mig spurningar, spurðu mig einhverjar spurningar. Hvað heitir þú? Ég heiti Dóra, af því að ég hef alltaf að tellja upp að 3 áður en ég svara spurningunni. Og 3 sekúndur er eins og andardráttur. Þannig að þessi tækni sem að ég læri sem leikari og nýtist út í lífinu Ég þyrfti oft á þess að halda. Af því ég svara oft áður en ég hugsa, eins og þú veist. Ef ég bara myndi geta vanið mig á það, að telja alltaf upp á 3. Ég veit ekki hvað börnin mér myndu segja, þau myndu örugglega halda að ég væri að fá heilablóðfall af því að þau eru vunni að ég svari strax, sko. Ég var að telja til dæmis núna upp á 3 Prófaðu að spyrja mig einhverju. áður en ég gefi komment. Æfum okkur aðeins, ég spurð þú mig. Leiðist þér oft, Steina? Nei, mér leiðist aldrei. Ég veit eiginlega ekki hvað leiði er. Það finnst mér mjög merkilegt. Af því að fólk talar oft að leiðast. Ég hélt að þið leiddist mjög mikið þegar við vorum yngri, af því þú varst alltaf að finna upp á einhverju. En þá kannski leiddist þér ekki, því bara datt alltaf eitthvað í hug. Það bara rennur svona hratt í gegnum þig. Já, ég held ég fái svona 4.000 hugmyndir á dag. Og ég hélt reyndar alveg þangað til ég var orðin harðfullorðin að það væru allir svona, sko. En hugmyndirnar kom bara fljúgandi stöðugt, sko. Og stundum verið þreytt á þeim. Og þá einmitt með hugleiðslu og með því að nota andardráttinn, þá bara bið ég hlé. Frá hugmyndum. Frá hugmyndum, já. En ég get sagt þeim sem að hlusta, að nú er ég búin að vera vinkona Steinu síðan við erum 11 ára, 10-11 og hún fær mjög mikið af hugmyndum og ég er búin að læra að segja bara aha, af því að þessi hugmynd flýtur framhjá að mér líst ekki vel á hana. Hún mun fljóta framhjá, yfirleitt er það svoleiðis. Svo kemur önnur. Já, ég sko ég er ekki neinu sérstöku tilfinningasambandi við þær hugmyndir sem ég fæ. Sumar finnast mér góðar og aðrar eru afleitar, en sko brunnurinn er endalaus, sko. Og ég verð ekkert reið við sjálfa mig þótt að hugmyndir mínar fá ekki brautargengi. Ég veit bara, það var einhver annar eftir að gera þetta. Skilurðu, og ég gef hugmyndir alveg miskunnilegt frá mér og þú veist, því er að skipta vegna þess að það kemist engin ein manneskja yfir að framkvæma þar hugmyndir sem fljúga gegnum hausinn á mér, sko. Og fólk er velkomið að hringi mig bara eða vantar hugmyndir. Ef það er hugmyndir, einmitt. Ég er með svipað að þessu leyti að stundum verkefni sem ég þarf að vísa frá mig, eða er beðin um að gera og get ekki tekið þátt, og mér myndir langað, þá er ég á splittsekundu yfirleitt ánað með. Þá hlakka ég til að þurfa ekki að vinna verkið en fá að sjá það. Já, ég er alveg sammála þér. Á hvað er heppin? Ég fæ bara að sjá þessa leiksýningu. Já. Ég fæ bara að sjá þessa bíómynd. Nákvæmlega. En þarf ekki að vinna vinnuna. Það er einhver aðri sem taka ferðalagið, sko. Og ég sé bara útkomuna. Akkurat. Ég hef líka svona dálítið kennt í brjóstum fólk sem að verður ofsalega ástfangið af hugmyndunum sínum og festist í þeim jafnvel árum og áratugum saman. Það er hræðilegt. Það er dálítið hræðilegt, sko, og hérna vegna þess að þá ertu einhvern veginn að útiloka svo margt annað ef þú einangrar þig við eina hugmynd. Já, leikvöllurinn er rosalega lítill, sko. Já, og fólk sem verður svona æðislega að passa samt hugmyndina sínar og svona það náttúrulega fylgir því svona ákveðið svona kreditsýki. Ég á þessa hugmynd, ég bjó hana til, það má enginn annar koma nálægt henni. En svo er á öðrum stað þetta með þegar maður fær hugmynd og maður finnur að hún er að þroskast inn í manni, þá stundum má maður ekki tala um hana nema við bara alveg réttu aðilana til þess að leyfa hugmyndina að ráða hvernig hún vill að hún verði eða eitthvað svona, þú veist. Algjörlega. Það er svo öðrum stað. Hún er svona eins og viðkvæmt barn sumar hugmyndir eins og viðkvæmt barn sem er aðeins að þroskast, sko. Algjörlega, og sumar hugmyndir náttúrulega sem að þarf maður að geyma með sjálfum sér og máta þær inn í sér. Bíddu, er þetta eitthvað í alvörunni? Er þetta eitthvað svona sem ég ætti að gera? Ég meina eins og heimsreisan okkar Nico, við vorum 8 ár. Nico er maðurinn hennar Dóru, fyrir þá sem ekki vita. Við vorum 8 ár frá því að við í rauninni ákveðum að við ætlum í heimsreisu þangað til við förum. Vá.
það eru 8 ár sem hún og svo gerist alltaf bara eitthvað sem að fer bara í forgang áður en stóra hugmyndin fær að Ég hefði aldrei þolinmæði þetta. Nei, enda sagði þú við mig, akkur farið ekki bara? Og ég bara, skilur hún ekki að ég ætla fyrst að fara til Frakklands í hálft ár. Og þá var ekki hægt að ræða það við þig, en ég man hvað þér fannst óskiljanlegt að ég færi ekki bara strax. Já, einmitt. Sko, það væri miklu líklegra að ég myndi hringi í þig kannski bara í næstu viku og segja, heyrðu, ég er búin að ákveða að taka krakkan á skóla og við erum farin í heimsreisu og ég tek bara afleiðingunum síðar. Já, þetta er alveg ekki ég. Já, ég veit að þú ert miklu svona, já, þú ert náttúrulega bara miklu skynsamar en ég, svo það sé sagt. Þú ert það. Ég er varfærnari allavega og kannski skynsamar, eða ég er lengur að malla hlutina. Þú farið eins og svona eldingar í þig og framkvæmir. Ég er meira svona, ég þarf að hlusta svolítið miklu á. Það er miklu auðveldar að vera þú, Dóra, en ég. Það getur verið svo vindasamt að vera ég. Það getur verið mjög vindasamt að vera þú. Ég er alveg sammála því. Heyrðu, má ég prófa að lesa pínu bút úr þessari bók? Ég ætla að athuga hvort það komi hérna gott heilræði. Má ég sjá. Og svo þarf ég að ákveða hvort ég ætla að eiga hana eða ekki. Já, nákvæmlega. Má ég sjá betið það. Nú get ég ekki sett með sólgléruna því ég get ekki lesið með... Nei, viltu fá lánu gleraugu mín? Nei, ég er með gleraugu, reyndar ekki eins fín og þín. Nei, þín eru úr búð. Heyrðu, hérna. Ekki bensínstöð. Kafli 7. Haltu þið nú. Að tyggja. Að tyggja fast og ötullega byggjur upp beinin í andlitinu og opnar öndunarvegi. Heyrðu, ég þekki mann sem var með rosalega svona lítið formaðan kjálka og hann með svona einhverjum tyggingaræfingum gat byggt upp svona kallmannlegan kjálkasvip. Ég er ekki að djóka. Heyrðu, og ég sem er ekki með neina kjálkalínu gæti ég þá kannski byggt upp svona, þannig ég sé ekki með svona kjarvalskan prófíl eins og Friðrik Þór kallaði það. Hún fannst það mjög flott, hann sagði, Dóra, þú ert með svona kjarvalskan prófíl. Hvað þýðir það? Það þýðir að þú horfir svona á hliðarmyndin af mér, þá sérðu ekki kjálkalínu, heldur renni svona saman. Því kjarval gerir alltaf bara línuna niður nefið, munnin og hálsinn, en teiknar ekki kjálkalínu. Já, ég ætla að lesa, kannski er þarna æfing fyrir þig, til þess að draga fram kjálkan í þér. Já, og hætt að vera svona mikill kjarval. Að tyggja fast og ötullega byggjur upp beinin í andlitinu og opnar öndunarvegi. En fyrir flest okkar er ekki gerlegt eða ákjósanlegt að naga hluti í marga klukkutíma á dag. Nei, sem er tíminn og átakið sem þarf til að fá ávinningin. Myndi þú einhvern fara í sumarfrí bara til þess að tyggja? Nei, en ég hef aftur á móti fengið ást á svona lakkrísprikum sem að maður þarf að tyggja. Já, gástu börnunum þínu það fyrir að þú voru með krambínu? Já, einmitt. Ok, hvaða en hérna koma sem sagt hjálpartæki og staðgenglar. Ef þú vilt ekki bara leggja allt frá þér og tyggja. Hvaða tyggjó sem getur styrkt kjálkan og örvað stofnfrumumyndun en harðar og seigari tegundur gefa meiri ávinning. Tyrkneska tyggigúmmíið hlustaðu nú, tyrkneska tyggigúmmíið Falím sem enginn hefur aldrei heyrt nefnt, er sekt eins og leður og hver bit af því endist mann í klukkutíma. Trjákvóðutyggjó, mastigum, það tala hérna líka, já, ok, má ég sjá aðeins þetta, þú veist, út á hvað gengur þetta eiginlega? Þetta er eitthvað með öndun og hægja á, og ég held að það sé hljóta vera að svona bara gera allan eins og ganga hægar, eins og, já, þú veist, að þetta er bók andardrátt, að hægja á, fara dýpra í, eins og þau vorum í frönsku Pólnesju og við föttuðum ég og Nikko og fórum með krakka í skóla þar, þannig að þau vorum í heimsreisunni og við gengum með krakkan í skólan á morgnana. Og genguðu svona berfætt, svona? Nei, á flip-flops. Og svo áttuðum við okkur á eftir viku að við vorum þau einu sem svona strunsuðum í skólan meðan aðrir gengu í hægðum sínum. Allir aðrir sigu svona niður í mjaðmirnar og svona eiginlega eins og dönsuðu, eins og líkaminn á þeim var í svo mikilli mýkt á leiðinni og ég fattaði þetta eftir nokkra daga og skildi bara, ég skildi eitthvað þarna asan í Íslendingum, sko. Já, en sko, má ég aðeins koma með smá input í þetta. Þegar ég flutti til Kaliforníu, þá var það svo framandi að ganga út úr húsi
á morgnana í hita. Já. Og það var alltaf svona ég fór að taka því, það var svona líkamlegt viðbragð í öxlunum. Ég svona sett í herðarnar Alltaf þegar þú fórst alltaf þegar ég gekk út til þess að taka á móti veðrinu. til að taka á móti kuldanum og veðrinu sem einhvern veginn bara inn í mér hlaut að vera bara einhvern veginn vont eða kalt eins og í Íslandi. Og þetta tók mér dálítinn tíma, við bjuggum náttúrulega nokkur ár í Bandaríkjunum, tók mér nokkur tíma að venja mig að þessu og geta bara gengið út og vitað að það væri bara hlýr gustur sem tæki á móti mér. En að sama skapi, þegar ég flutti aftur heim til Íslands, þá brá mér alltaf jafn mikið. Þegar ég kom út í kuldan, því það var eins og hefði rugglast í mig termostati við að búa í hita svona lengi. Að, þú veist, ég einhvern veginn og var alveg 1-2 ár að fara að klæða mig almennilega aftur eins og Íslendingur. Já. Þú veist. Ég einmitt þarna í Pólnesíu, þá tengdi ég þetta við. Þetta kannski lýsir því líka bara hvað ég heimsk. Já, það gerir það, vissulega. En í Pólnesíu þá tengdi ég þetta líka við að þau ekki, allur matur, þú tínir hann bara rétt fyrir máltíð, því að þú ætlar eitthvað að fara að safna í sarpinn, þá skemmist maturinn áður en þú borðar hann. Þannig að áhyggjurnar eru á allt öðrum stað og aðra hluti. Guð minn almáttugur. Þau eru ekki að hlaupa og safna saman mat fyrir áður en stormurinn skellur á. Nei, ég meina, ég hugsa, Dóra, að svona 2 ára ári sé ég að henda hérna úr skápunum útrunninni matvöru. Já, af því við erum alltaf að safna. Já, einhvern veginn bara... Það er ekki hægt í frönsku Pólnesíu að safna mat. Dóra, ég held þú þurfir ekki að hafa neina áhyggjur af þessu. Hérna inn á Alfreð, þá gætirðu til dæmis arabísku mælandi ráðgjafi í menningarmiðlun. Nei, það er kannski ekki fyrir þig. Nei, Heyrðu, jólavinna í dreifingarmiðstöð. Já, það var eitthvað, af því að þá liði mér ekki eins og ég væri föst. Nei, þú verður svona að dreifa. Ég verið að dreifa og þetta væri bara fyrir jólin og þá get ég haldið áfram að leita einhverju hjá... Hérna er tímabundi starf í tjónadeild. Þá er þetta svona að skoða. Já, þetta er bilað. Já, er þetta bilað? Já, takk fyrir. Já, hvað er með þetta? Við lögum þetta fyrir þig. Já, einmitt. En hvað er það lengi? Af því að mér finnst svo Viltu hlusta á það sem ég er að segja við þig, Steinunn? Já, ég er bara að segja þér. Þess vegna vil ég fá starf sem er tímabundi svo ég geti farið oft inn á Alfreð. Af því að það er bara allt að gerast þar. Ég veit. En á ég að eiga þessa bók? Á ég að hendinni? Dóra, þetta er svona, þú veist, heil bók andardráttinn. Já, ég hef náttúrulega ekki... Ég mun aldrei lesa hana. Nei, þú myndir frekar googla eitthvað andardrátt. Já. Og ég mun að horfa á YouTube-myndband. Nei, og líka bara, þú veist, ég er komin í svona svolítið samband við minn andardrátt. Og mér langar bara að stúdera það áfram. Já, bara með þér. Án kennslustundar. Já. Og ég segi það ekki neinum hróka, en ég bara svona... Ég ætla að spyrja pendulinn. Já, spyrja pendulinn, já. Ok, ég tek upp pendulinn, kæru hlustendur. Dóra er semst með pendul. Hvernig segiru já? Ok, takk. Hvernig segiru nei? Ég verð að segja fólki sem að sér ekki. Pendillin segir já með því að snúast réttsælis og hann segir nei með því að snúast rangsælis. Á ég að hendinni? Ok, nú setur við pendulinn yfir bókina. Já. Það ekki að setja niður bókinni? Já, skrifa bókina, já. Já, og spurði. Á ég að henda bókinni andardráttur? Þetta er æsispennandi. Já, mér sýnist það. En þú þarf kannski ekki að hendinni, við getum sett hana í skiptibókarsafnið út í Vesturbæli. Hún er rosalega já, nú er hún alveg, henni finnst að ég alveg, þegar þú sagði þér skiptibókarskápinn, þá var jáið bara já, nei, wow, sjáðu hvað pendulli fyrir það. Ég veit það, hún bara þráir að komast í skiptibókarsafnið. Ok, þessi bók fyrir skiptibókarskápinn í á Vesturbælauginni. Finnst þér Mér finnst þessi pendull samt alltaf vilja að ég losi mig við alla bækurnar. Þannig ég er að hugsa, nú ætla ég að spyrja pendullinn. Pendull, viltu að ég losi mig við allar bækur sem ég á? Nei. Nei, ok. Ég hef bara greinilega alltaf komið hérna bækur. Spurðu hann hvort þú er að losa þig við allar bækur sem maður þinn á. Þá getur þú sagt honum það. Nico,
Ég er búin að henda öllum bókunum þínu. Pendullinn sagði mér að gera það. Ok. Dóra, Ok. reyndu að taka þig saman í aldur og spurðu pendullum. Á ég að henda öllum bókum sem Nikkó á? Já! Nei. Nei, þú hristir hann. Já, nei, ég fór að hlæja, ok. Já. Ok, Ok, byrjuðu aftur. Pendull. Á ég að henda öllum bókum sem Nikkó á? Sko, þetta hann titrar. Nei, hann hefur bara ekki húmor. Honum finnst þið ekki vera að taka sig alvarlega. Finnst pendullnum við ekki taka hann á alvarlega? Nei, alvöru, Dóra. Nei, hann neitar að taka þátt í þessu. Sérðu, hann er bara alveg kyrr. Hann er alveg kyrr. Já. Nei, hann er bara, hætti þessu stelpur. Þeir eru bara að djóka í mér. Nú erum við að misnota valdið hans. Ég veit það. Sem sagt kraftin hans. Fyrirgefðu pendull. Sko, mér finnst nú ekki gott ef að svona spirituál verkfæri eins og pendúlar hafa ekkert skopskeitt. En við þurfum ekki að spila á flautuna í dag, af því að við erum búin að syngja með nefinu. Nei, við erum búin að læra nefsöng. Já, við erum búin að læra nefsöng. Heyrðu, Dóra. Næsta bók. Já, þegar ég var í tiltekt síðasta sumar, þá þjáðist ég af dálitlu svefnleysi. Og ég svaf bara ekki vel og ég var svona að spá í það, þarf ég að breyta einhverju inn í svefnherbergi, er ég að snúa eitthvað vitlaust og svona, og eins og þú veist, þá er ég svona mjög höll undir öll svona, hvað ég var að segja, fræði sem ekki eru kannski vísindalega staðreynd, til dæmis eins og svona feng shui. Þannig ég fór að spá í, þarf ég að snúa rúminu einhvern veginn öðruvísi, hvað er þetta? Og fyrir aftan rúmið mitt er ég með svona stóra skáp og það kom í ljós, þegar ég var í svona tiltekt, að ég hafði troðfyllt þennan skáp af dóti þegar ég flutti inn og hafði eiginlega ekkert kíkt inn í hvað það var. Og þannig að ég byrjaði að tæma þessa möblu til þess að bara taka til í og ganga frá. Af því þú veist hvernig þetta er að maður er að flytja, þá einhvern veginn í flýti gefur maður einhverju fyrir ef maður þarf að svona reyna að setja upp heimilið. En þetta var dót sem var búin að vera þarna í meira en 2 ár. Nema það að þegar ég kafaði inn í skápinn, innst við höfðalagið, sko bara þar sem að höfuðið á mér sefur á nóttinni, þú veist alveg upp við það, þar lá bók. Og það skildi engum koma á óvart. Nú kemur Steinunn með svartan poka og honum með bókin. Geymur þessa bók alltaf í þessum poka? Eða bara af því þú vildir ekki láta mig sjá hana? Nei, ég sett hana í hennan poka og færði hana þegar ég fann hana. En ég tel að þarna hafi komið útskýring á því af hverju ég svaf svona illa. Vegna þess að þetta er bókin Mein Kampf eftir Adolf Hitler. Ég var sem sagt með hana bara alveg við höfuðlagið og búin að sofa með hana þar í bara nokkur ár. Oh my God. Á þess að vita af henni. Ég segi þetta á íslensku, Guð minn góður. Já. Og þessi bók var eins og bara í mörgum fjölskyldum til á Íslandi og þetta er frumútgáfa af þessari bók. Í íslensku, frumútgáfa á Íslandi? Nei, hún er að sjálfsögðu á þýsku. Og þetta er svona gamall gripur, og þá mundi ég að þegar ég flutti, þá hefði ég hugsað hvernig andskotan á ég að gera þessa bók og ég sett hana þarna inn til að fela hana. Ég vildi ekki að hún væri einhver staðar þar sem einhver kæmist í hana. Já. Og þannig að þegar ég fann hana þarna, viltu ég vil aðeins halda á henni. Og hér bara framan á er hakakrossin og örninn og... Ég sko, mann verður bara kalt þegar maður sér þessa bók. Vó! Og samt er þetta sko, en allavega ég tók hana og sett hana í svartan poka og faldi hana á öðrum staði í íbúðinni, þar sem enginn kæmist í hana líka. Vegna þess að sko, þetta er svona bók, ég veit eiginlega ekkert hvað ég á að gera við þetta. Að öðrum þræði ætti ég bara fleginni, en af því þetta er frumútgáfa þá hefur hún sennilega eitthvert gildi, þó að, þú veist, og
Ég veit ekki, ég ætti kannski bara að tala við Og maður myndi alls ekki vilja selja hana einhverjum sem að, já, ég vil kaupa hana, þú veist, þá myndi maður segja, nei, ég vil ekki selja fyrir hana. Nei, ég hef engan áhuga á því að hagnast á henni, Nei. skilurðu, en sko, ég vil heldur ekki að hún, ég get einhvern veginn ekki bara sett hann í ruslið heldur, ég svona svolítið vandræði með hana. Hvað hérna? Ich habe damals Nei, Guðanabænum ekki vera að lesa upp úr þessu, ég held að við höfum að sleppa því, sko. Ersten Betrachtungen über die, Form der Dóra, ekki lesa þetta, en ég meina, en sko, ég er ekkert að djóka. Nei, hvað á að gera við svona bók? Þegar ég fjarlæði hana úr höfðakaflinum, Já. þá bara fór ég að sofa betur. Ég meina, þú mátt... Ég trúi því að þetta eins og, ekki galdrabók í góðum skildi, þetta eins og satansbók. Þetta bara eitthvað svona... Já, þetta bara rosa vondir vípar. Já. Rosalega vondir vípar. Og þú veist, já, þannig að þetta nú svona... Þannig að hún fær að vera í þessum svarta poka. Já. En ég veit eiginlega ekki alveg, þú veist, hvað gerir maður við svona bók? Og sérstaklega núna þegar einhvern veginn svona... Það er svo mikill svona innræðis stefna að rísa upp allstaðar í veröldinni. Já. Og þá er þetta sko, þetta er ógeðfelldar en allt sem ógeðfellt er. Aha. Já, eigum við að spyrja spáspilling hvað ég að gera fyrir hana? Já. Gera við þessa bók? Já, og hvað maður að gera við þessa orku í heiminu? Já, ég veit sem það. Sem í þessari bók. Aha. Þú veist, að því að við erum í vandræði með þetta, með þessa orku og við óttumst hana. Já. Og maður vill ekki beint fara í slaga því maður vill ekki sjálfur vera í þessari myrku orku eða í þessu, eða þú veist, að mæta stríði með stríði eða mæta myrkri með myrkri eða þú veist hvað. Já, en það er náttúrulega... Maður þarf að mæta hana, maður þarf eiginlega að afhreinsa hana eða... Afhreinsa hana? Þú meina hreinsa hana? Hreinsa hana meina ég meina að hreinsa hana. En nú er Dóra hérna komið með spáspil, hérna Kuan Yin Oracle. Ok, þau eru náttúrulega ensku, þannig að þeir sem tala ekki ensku verða fyrir miklum ábyrgðum. Nei, við bara þýðum. Já, við þýðum. Bara strax, já. Okay. En ok, eigum við að spyrja, á ég að spyrja? Þú átt að spyrja. Nú ætlum ég að spyrja spilin, hvað á ég að gera við þetta, við þessa bók, þessa eiginlega hræðilegu bók sem er í mínum fórum og ég er í vandræðum með. Nú ætlum ég að draga hér spil og ég fæ spil sem heitir, það er númer 4 og heitir Daughters of the Red Tent. Jæja. Hvað ætlar hún að segja þér? Ok. Og á myndinni eru 2 stúlkur. Já. Sikkert lambið er mitt. Ok. Nei, 3 stúlkur. Að takast á við lífið þarfnast hugrekkis. Þú þarft að vera tilbúinn að fara stíga inn á nýtt svið og stundum ertu óörugg þegar þú ert að reyna að finna leiðina, sem ég er greinilega með þessa bók líka. Já. Til þess að öðlast nýtt líf, þá þarftu að skilja það líf við þig sem þú hefur þekkt. Þetta er nú svona svolítið verið að segja mér, ég er losa mig við hana. Já, ég vil segja það. Það getur verið að þú sért uppfull af inspirasjón, en þú ert líka, en þetta er líka áskorun. Ég hafna því að þessi bók sé mér inspirasjón, en hún er með vissulega áskorun. Já. Þú átt alls ekki að velta fyrir þér áliti annara eða þeim skoðunum sem ferðast heiminn. Þú átt eins og vera að standa í eigin sannleika og hræðast ekki hvað heitir það, doubts á íslensku? Efasemdir. Já, og hræðast ekki efasemdir eða hræðslu annara, af því að þá ferð að hræðast sko þína eigin getu til að taka ákvarðanir. Aha. Heyrðu, sko... Langar þig að eiga hana? Nei, mér langar... Finnst þér einhver verðmæti í, en ég meina, nú er 1,5 ár síðan hún fannst hana við Höfðagaflinn. Já. Af hverju ertu ekki búin að henda henni fyrir? Sko, ég faldi hana þegar ég fann hana, þá faldi ég hana aftur og svo mundi ég ekki hvar ég hafði falið hana. Já. Og svo þegar ég var að velja bók... Vá, þetta er svo sálrænt. Ég veit það. Þetta er bara eins og með áföll sem maður lendir í. Ég veit það. Maður bara treður þeim einhvert lengst inn í líkamann á sér og finnur þau ekki aftur. Nákvæmlega, og það er náttúrulega þannig með allt. Allt sem maður dílar ekki við, Dóra, það kemur bara aftur.
Einmitt. Það kemur bara aftur. Vá, hún ógeðsleg þessi bók. Já, hún ógeðsleg bók og og hún orðin svona eins og einhver persóna inn á heimilinu og nú þarf ég að losna við hana, en bara hvernig. Já. Við gætum náttúrulega brennt hana. Já. En þá erum við að gera bókabrennur og erum við ekki alltaf að tala um að má ekki brenna bækur en þetta sko, en spilið hérna, Daughters of the Red Tent, dætur rauða tjaldsins, þær að segja við þig ekki láta skoðanir annara það hvað þér finnst þú að gera. Þú mátt í raun og búið til hvaða ritúal sem þú vilt í kringum þetta, að losa þig við þessa bók. Ok, spilin segja hérna, taktu tíma í einveru, eins lengi og þörf krefur og gerðu eitthvað ritúal til að hjálpa þér í gegnum þetta. Þú átt að velja það sem best fyrir þig, læra af því og treysta sjálfri þér þar sem þú gengur inn í hið nýja líf. Ok, nú þarf ég nefnilega, þegar við erum hættir að tala um þessa bók, þá má ég ekki, Dóra, undir nokkrum einustu andskotans kringumstæðum fela hana einu sinni enn. Nei, af því að það væri svona eins og að takast ekki á við eitthvað sem að kemur upp úr líkamanum á manni þegar maður uppgötar eitthvað myrkur í sjálfum sér og takst ekki á því. Ég get náttúrulega stungið henni hérna undir gólfteppið og beðið eftir einhver dett hana. Nei, ég meina það var ekki gott heldur. Nei. En kannski þarf ég bara að fara með hana til Braga bóksala og aðtöku hvort að hann vilji bara hafa hana. Já. Ég veit það samt. Sem verðmæti. Ég finna það sem vaknar inn í mér þegar þú tekur þessa bók fram. Það eitthvað sem ég finnst, það kemur einhver trillingur með þessari bók, sko. Og það er svo óbóðsleg saga sem fylgir henni. Já. Og sem við erum búin að vera að tala um bara síðan við erum litlar stelpur og allt samfélagið og núna á þessum tímum núna þá bara hún að endurtaka sig og allt þetta. En það er eitthvað í mér sem að getur ekki bara sagt, heyrðu, í tunnuna með hana og láta hana fara á öskuhaugana. Nei, ég veit það. En þá hugsa ég, af hverju? Af hverju get ég ekki bara sett hana í ruslafötuna? Það er náttúrulega næg eintök til að þessari bók í veröldinni, sko. Já. Þannig að þú veist, þetta er ekki sko menningarverðmæti sem mér ber einhver skylda, skilurðu, af því að þú veist, allt sem í okkar menningu þú veist, ég kannski ekki gott að kalla þetta menningarverðmæti, en allt sem tilheyrir, þú veist, kúltúr hvers tíma, þetta bara vitnisburður það sem en ég meina, ég engin skjalaskápur, sko, ég ekki skjalavörður fyrir heiminn. Það er kannski misskilning, kannski held ég. Dóra, að ég sé skjalavörður. Já. Ég það ekki. Já, bókasafnsfræðingur, skjalavörður. Ég þarf ekkert að geyma þessa bók. Nei. Ég þarf ekkert að passa heiminn fyrir henni. Ok. En mér samt ekki sama hvert hún færi. En þær sögðu hérna dætur rauða tjaldsins að þú þyrftir að hugleiða þetta. Ég ætla ekki að hugleiða á Mein Kampf. Ég var að vona, Dóra, að þú myndir bara, að þú ert skynsemisvera en ekki ég. Nei, það tekur mig sólarhring að komast að því, sko. Ég get ekki Nei, þú taka hana heim til þína. Nei, ég myndi alltaf spyrja pendúlinn, sko. Dóra myndi alltaf spyrja pendúlinn. Ok, spyrjum þá pendúlinn. Ef að setja pendúlinn fyrir ofan bókina, á ég taka hana úr bókanum eða hafa hana í bókanum? Nei, taka hana úr bókanum. Mér finnst óþægilegt að handfjalla hana, sko. Já. Mér finnst það í alvörunni. Nei, það kemur draugur með henni, sko. Já, það gerir það. Já, það kemur draugur með henni. Ég er svona, á steina að hendinni. Ok, pendúllinn fer af stað. Á steina að henda Mein Kampf. Vá, hann hreyfist ekki, þetta er bara alveg eins og þegar við vorum að biðja hann að svara því hvort þú ættir að henda öllum bókunum sem maðurinn hérna. Já. Á steina að henda Mein Kampf. Það er einhver efi í pendúlnum. Það er það. Ok, á steina að fara með Mein Kampf í bókabúð Braga. Já. Þú ert að fara með hann í bókabúð Braga. Þú ert að láta einhvern sem er með sjónarhorn skjalasafnara. Á þetta. En þú ert að koma þessari bók út úr þínum híbýli. Já, sko, ég get alveg sagt þér það að ég á kunningjar sem að, þú veist, sögðu við mig, það er örugglega hægt að selja hana
og ég svona hugsaði, já, kannski ætti maður að selja hana, svo fannst mér það ógeðfellt. Nei, já, af því að ég fæ svona býtu, hver vill kaupa hana? Já, einmitt. Og sá sem vill kaupa hana, ég vil ekki hann eignast hana. Nei, en svo getur náttúrulega vel verið að bara einhver vilja eignast hana sem bara bókasafnari. Já. Þú ætti ekki að vera nasisti til að vilja safna bókum, jafnvel ógeðslegum bókum. Nei, einmitt. Og þú ert með eitthvað, horfir á það frá öðru sjónarhorni en við, sem erum ekki skjalasafnarar. En ég þarf að koma út af heimilinu. Já, það er algjört aðalatrið. Já, algjört aðalatrið. Já. Þú kemur út af heimilinu. Þú ert ekki búin að drekka neitt af teinu? Jú. Finnst það ekki gott? Mér finnst það rosalega gott. Já. Ég er búin að drekka meira en þú. Ég er með S. Hvað stendur á þínu? Það stendur á mínu temiða Live to share. Veistu það, Dóra? Já, þú ert að fara að deila. Mein Kampf með bókabúbra. Life without love is a ship without sails. Já. Já. Það er svoleiðis. Ég meina, líf án ástar er eins og skip án segla. Já, maður kemst ekkert. Það er voða lítill innblástur í engu og það er náttúrulega engin ást, þá er ekkert. Nei, einmitt, ást er allt sem þarf, ekki satt? Já, ást er allt sem þarf. Já. Ég held að við séum komnar að niðurstöðu í þessum þætti. Ég held það líka, þú veist, við erum búin að tala um andardráttinn, við erum búin að tala um að telja upp að 3 áður en við svörum þegar við erum spurðar. Einmitt, hugsaðu hvað myndi hægja á öllu þjóðfélaginu ef að allir myndi telja upp á 3 áður en þeir svara. Ef maður myndi gera þetta í samskiptum við börnin sín, eins og varst að tala um, Vá. það bara, hvað væri margt sem að myndi taka styttri tíma í rauninni, af því að maður væri ekki búin að gefa hérna vitlausa hraðasvarið áður en maður heyrir í skrokknum á sér og næra svara út úr líkamanum. Einmitt, þetta er náttúrulega það sem andardrátturinn gerir og þú veist, þá kemst maður aftur í samband við magan á sér og hérna. Já, sko, vegna þess að ég held að við manneskjurnar séum alltaf að sko akta út úr impúls í staðinn fyrir að akta út frá einhverju sko skynsemi. Já, og skynsemi þá skynsemi líkamans en ekki skynsemi haus. Já, nákvæmlega sko. Heyrðu. Ég mæli með þessu. Ég ætla að prófa, Dóra. Já. Og ég reyna að prófa þetta, ef að báðar reyna að prófa í kannski bara, við þurfum ekki að byrja núna, en kannski að prófa að taka 2-3 daga einhvern tímann og telja alltaf upp á 3 árum við svörum börnunum og bera svo saman bækur okkar. Já, gerum það. Við skulum finna einhvern tímann góðan dag, eina helgi eða eitthvað og þá bara hringi ég því á föstu, er það þessi helgi, Dóra? Já, einmitt. Og þá segir þú, já, það hendar. 30 sekúndna helgin. Einmitt, geggjað. Heyrðu, bara takk fyrir samverun í dag og takk þeir sem nefndu að hlusta. Og ég vona einhverju sé að hlusta á okkur, Dóra. Já, ég vona líka. Af því að okkur finnst þetta að vera skemmtilegu leikvöllur. Já, rosalega gaman. Og svo margt sem að svona flýgur í gegnum hann með því að halda á þessum bókum. Það er bara svo gott að eiga vini og spjalla saman. Já, það er náttúrulega. Það er náttúrulega bara það sem er skemmtilegast af öllu. Já, það er náttúrulega absúrt að við séum samt að búa til eitthvað svona og láta fólk hlusta á okkur tala saman. Af hverju? Nei, ég meina, við höfum gaman að því, en það er absúrt. Já, nei, mér finnst það ekkert absúrt. Höfum við eitthvað að fela? Nei, við höfum ekkert að fela. Nei. Alls ekki. Nú, ef enginn ennur að hlusta, þá er það bara þannig. Já, þá er það bara þannig. Já, mér leiðist allavega ekki. Já. Heyrðu, þá ætla ég að ljúka þessu með því að hrista þessa hristu sem að fer með okkur upp í efri heima og aftur til jarðar. Ekki gleyma að anda, krakkar. Það er svo mikilvægt. Muna að anda.